hlusta á sportþátt í mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og við erum hérna áfram í frjálsum íþróttum og við ætlum að fara núna aðeins á Suðurlandi varðandi frjálsíþróttir og hann er hérna hjá mér Ólafur Guðmundsson, þjálfari HSK Selfoss og mér langar bara svolítið að fara svona stutt og laggott í gegnum bara árið 2013 og þú ert hérna með eitthvað stórskemmtilegt bókhaldina fyrir fram að þig. Held ég veit ekkert að því með að við sko héraðsmetin sem voru sett á árinu. Þetta er náttúrulega ótrúlega mikill fjöldi, Óli. Já, ekkert mál. Já, þetta er mikill listi og það var hérna margt að gerast á árinu og mörg háskámynd og mörg velun á Íslandsmeistara mótum og bikarkeppnum og landsmótum og meira sér Íslandsmeistara og hérna að ég bara renni rétt í gegnum þetta örstuðt yfir stórumótin, MI-mótin og bikarkeppnum og landsmótin. Það í heildina þá eru 256 verðlaun, gull, silfur og brons samtals. Já. Og þar hefur verið 100 gull og 78 af hvoru hinna. Þannig að þetta er ákveðið slatti. Þannig að það er ekki skrítið þú að við þurftum að setja þetta allt í bókald bara. Já, ég þurfti bara að gera þess að setja í bókald fyrir lokahófið daginn til að hafa svona yfirsýn yfir þetta. Já. Og ef við byrjum á hérna yngstu, þá er bara í stuttu máli, þá tókum við yngstu flokka úti 11-14 ára á meistaramóti, stigakeppnina, tókum við í nefið, reyndar í hörkukeppni við en unnum það samt. Já. Og þar voru á innanlandsmótinu 39 verðlaun. Á utanlandsmótinu voru þau 50. Já. og við fengum hann alveg haug af Íslandsmeisturum. En reynda bara núna með 14 ára, þetta var 14 ára hóf hann daginn. Þannig að þar voru náttúrulega þeir sem hafa verið að gera vel núna eins og Styrmi Dan og Halla-María Magnúsdóttir, Styrmir frá Þorlákshöfn og Halla-María frá Þór. Þá unnum við 2 aldursflokka, stigakeppninnar, 3 aldursflokka fyrir ekki og vorum með silfur í 3, 51 velun meira segja og slatti af, það var einhver HSK-met og náttúrulega unnum stigakeppnina eins og ég sagði. Þannig að, og þarna voru þau náttúrulega Styrmir og Harpa og Halla og svo náttúrulega 13, 12 og 11 voru með sérstaklega sterka 11 ára flokk bæði strákum og stelpum og hann kannski að vinna sprettleip 5 af 8 í úrslitum. Já, ok. Það er náttúrulega mjög gott. En af hverju, já, nú er verið að sko að bæta hvert fæti á metir öðru og eins og bara, þetta er nú svolítið skrítið að skoða þetta bara eins og með árangurinn að Styrmidan, þessi héraðsmót hjá honum sko. Já. Er eitthvað grein sem hann er ekki búin að slá meti núna? En það eru fáar greinar sem eftir eru. Hann er mjög fjölhæfur og fannar félagins í Þorlákshöfn. Já. Og hann getur unna allir mjög öfnur í grindahlaupi, þannig að í gríninu áðan sagði ég nú að þessi 3 sem fóru yfir í Ármann, félagur okkar, þeir hefðu verið þeir einu sem getur hlaupi grindahlaup, en það er reyndar ekkit langt í Styrmi og Fannar. Þannig að það er bara, ég hugsa gott í glóðurinnar, en hann getur hlaupi grind og spretthlaup og stokki hástökk, stokki langstökk og þrístökk. Hlaupi 400 og meira sem keppir alltaf í 800. Þannig að við erum í mjög góðum málum þar. Og þannig að þessu reki ásakið, en það eru hérna Teitur Örn frá Selfossi og Sveinbjörn Jóhannesson frá Laugdælum og pappa Sveinbjarnar, það er nú fyrirverandi glímukongur Íslands og HSK, Jóhannes Sveinbjörnsson. Já. Þannig að hann hefur ekki langt að sækja styrkin, en hann hefur verið yfirbæramaður í kúlunni á svona Teiti. Og hérna, ef við tökum hérna úlingameistaramóti í framhaldi, þá höfum við kannski ekki riðið feitum hesti í varandi stigakeppnina, þá vorum við í 7. sæti inni og 4. sæti úti. En enga síður fengum við innanhús 13 verðlaun, 4 gull og 4 silfur og 4 brons. Úti þá var 30 verðlaun, gullin voru 13, silfur 13 og bronsin 4 og við erum í 3. sæti, 3. sæti úti, einu stíu undan UMFA. Já. Og þarna er náttúrulega haugur af efnilegu fólki, svo ég tali nú
bara reyna íslensku. En svo þú ert innan hús eða ekki? Jú, ég er sem sagt í úlingaflokknum 15-22 ára. Já. Bæði inni og úti. Og ef við tölum bara Íslandsmennar sem voru innan hús, þá var það Bjarni Már, Ólafsson, Vöggu, og Evelyn Elíasdóttir Þór sem að spila nú knattspyrnu með meistaraflokkinum í meistaraflokki Selfoss. Hvernig fer það saman að æfa knattspyrnu og frjálsíþróttir? Er það hægt alveg? Það fer engan veginn saman en það er hægt. Já. Og það bara er einfallega þannig að Evelyn æfi fótbolta alla daga og kemur svo keppir í frjálsum og kannski eina æfingu í höllinni. Já. Þannig að á því sést nú bara hversu gífulegt efni þessi stelpa er. En mjög og nöðsynlega fyrir liðið og þarna var Sveinbjörn Jóhannesson sem ég sagði áðan og síðan koma þeir til viðbótar utanhús, það eru þeir Sigþór Helgason og svo Jóhanna Herdís, hún er nú í Laugdal núna, en systir hennar heitir að nú datta alveg mér, en hún var mikið í kepp með hennar 7 konu sem er úr Ármanni, Helgu, já. Það er úr að setja Íslandsmet 14 ára á víxl, þannig að hún á ekki langt að segja það og síðan er það náttúrulega síðast en ekki sístur Fannar Yngvi frá Þorlákshöfn. Hann var 5-faldur minnus og stóð sig á maður mótsins af öllum öðrum ólöstuðum. Já, og bætti þá í pilta HSK-móti 100 og 200 metra hlaup. Já, bætti HSK-mótin og það vel. Og hann setti daginn verið sig að núna rétt fyrir áramót og hann skiptur flokk á stórmóti IR. Þá bætti hann Íslandsmet í þrístökki í sínum flokki 15 ára og hann bætti HSK-met HSK-met líka, bætti HSK-met í 200 metra hlaup í sínum flokki. Það voru rétt vantaði hersluminn að fara undir 24 sekundur. Og hann er eins og Styrmir, getur keppt í öllu, mjög öflugur. Þetta er svona hópur sem er að koma þarna upp og sem æfa saman eða ekki og keppa við hvern annar svolítið innbyrðis. Jú, þau gera það og náttúrulega Rúnar frendi mig Hjálmarsson, hann er að þjálfa í Þorlákshöfn og stendur sér vel í því að halda utan á þá. Og þetta er bara frábært og en varandi elsta hópin, þá eignumst við einn Íslandsmeistar innanhús, það er Haraldur Einarsson. Já. Í 60 metra spretthlaupi og 7,08 sekúndum. Þingmaðurinn snöggi og hann var nú að opna kemstíðanbilið bara fyrir nokkur 7.13 á aðvendu móti Ármanns, sem er náttúrulega mjög gott hjá Halla. Þrátt fyrir að vera í þessari blessuðu vinnu sinni. Já, þrátt fyrir að vera í kyrsetu vinninu á Alþingi. En en síðan náttúrulega utanhús þá bætast við Fjóla Signý Hannesdóttir í sinni grein 400 metra grindahlaupi og Ólafur Nokkur Guðmundsson í 110 metra grindahlaupi. Já, en svo er náttúrulega í utanhúsmetum við HSK-metum, þá var náttúrulega ein manneskja sem bætir HSK-met í maraþoni. Það verið? Já, rétt áðurinn ég minnist á það, þá náttúrulega má ég ekki gleyma honum Kristni Þór Kristnisinni. Já, það er náttúrulega er afreikskall ársins á svæðinu og þú hefur verið leitað og hann vann allt sem hægt er að vinna varandi 800 metra hlaupin, hann vann landsmót, bikar Íslandsmeistaramót og hann keppti Evrópubikar landsliða fyrir sína þjóð í 800, þannig að sjálfsögðu vann hann 800 utanhús. Þannig að þetta var svona besta ár sem hann hefur átt. Já, besta ár hingað til og hann er náttúrulega bara á upplið. Verið að þjálfa hann Erlingur Jóhansson Íslandsmet hafi 800 metra hlaupi að hann er að sjálfsögðu stefnir að ná því að taka metið hans fyrir að setna fyrir en síðan eins og maður segir en það sem að geta á bikarkeppnin í sumar þá varð honum á orði við þjálfara sinn á seinni degi, hann var búinn að hlaupa 1500 svona taktist hlaup á seinni deginu þá segir hann heyrðu, nú negli ég bara ég nenni ekki að bíða eitthvað og hann bara gerði það og hann setti HSK-met í 800 sem er bara mjög gott 1.52 rúmar þannig að hann hefur bara búin að standa sig frábærlega og gerir það vonandi og ég á bara að heyri hann síðast í dag hann æfingarna ganga vel og hann ætla sér að keppa á jólamóti í núna milli
núna rétt fyrir jólin. Þetta sem þetta afreksmaður afreksmaður út í fingurgóma og líka sveitamaður sko. Já. Hann bara, þetta mjög skemmtileg blanda og hann verður ekkit mikið fyrir honum Kitta. Nei. Segir bara, ég ætla bara að vinna þetta og bara vinnur hún þetta. Já. Þannig að það frábært. Og var þetta bikarinn og þá verðum við náttúrulega gekk hann náttúrulega upp og niður en þá var ýmsi ljósi púntar og innan hús þá var hún Fjólasigni okkar, hún var Íslandsmeistari í 60 metra grindahlaupi og við fengum þar silfur og brons líka og svo utan hús að þar náttúrulega var Kristinn Þór, hann tók 800 og 1500 í nefið og við verðum þar í 5. sæti bæði innan og svo utan hús. En hvernig getur þessi maður bara hlaupið sko, öll þessi hlaup og verður hann ekki þreyttur? Já, hann getur hlaupið endalaust. Já. Og bara sem dæmi þá hefur hann nú nokkur sinnum og reyndar betaði fótspor Sigurbjarnar Árna þegar hann keppti fyrir HSK. Hlaupið, öll þessi hlaup sem að heita lengri en 400. Já. 8, 15, 300, 5000. Þetta hefur hann hlaupið sín tíma fyrir okkur allt en í sumar þá leta sinna í 800 og 1500. Já. En það tók hann það í nefið og gerði það vel. Og síðan en ekki síst þá var náttúrulega landsmótið eins og við tölum áðan aðeins að það náttúrulega sigruðu við stigakeppnina einhverjum 12 stigum á undan nýjaringum og þar voru við með 8 gull og silfrin voru 7 og bronsin 6 og þar voru það Kristinn Þór, hann var með 3 titla og 400 metra hlaupið auki í hörku keppni við Halla og Fjólasigni var með 2 titla hástökk og 4 grind og Guðbjörg Viðarsdóttir kom sá á sigurði í kringlukastinu og Ágústa Tryggvadóttir í kúlunni. Já. Og Hreinn Heiðar Jóhannsson í hástökkinu kalla og þetta náttúrulega þessi árangur allra hinna. Hvað Hreinn Heiðar, hvað stekkur hann í hástökki? Hann á 1.98. 1.98? Hann jafnaði minn persónulega besta árangur í sumar. Ég var alltaf á núanum upp fyrir því sko. Já. Ég á 1.98. En núna held ég því áfram til hann bætir árangurinn minn. Já, það ekki? Hann segja, herði ég á jaft og þú. En hann á örugglega eftir að bæta það. Það er ekki rétt. Já. En við klárum þetta landsmót og þá náttúrulega voru allir sem skipti máli og það hefði ekki einn mátt fá niðurgang eða eitthvað svoleiðis, þá hefði 1 eða 2, þá hefði nú 13 stíðin verið fljótt að fara. Þannig að þetta var frábært og náttúrulega persónulega best það sem stendur uppur hjá mér svona persónulega í íþróttasviðinu að hafa verið þau segir sjálfur frá að hafa verið á Siggu Guðjóns greinarstjórar hafa verið að halda þetta lið og svo svona bónus í pilsvendanum, það er rúsinu í pilsvendanum að vera að stiga þessi karl og það hefur nú langar mig nú að beina til keppanda að það þarf að keppa í greinunum til þess að vera stigahestur. Já, það er ekki nóg að keppa í 2 og segjast vera bestir í hinnu. En þannig að þetta bara en þér hefur ekki tekist að láta Sigri keppa á landsmótinu? Ég var nú að reyna að fá hana til þess, hún hefði nú alveg verið í formi til þess að hoppa 3 stök en hún lét ekki til leiðast en við vorum búin að ákveða það að hún afhendi velun fyrir 3 stök karla og ég afhendi velun fyrir það var öfugt ég afhendi fyrir karla og hún fyrir konur og það náttúrulega fór þannig að hún þurfti að afhenda fyrir bæði karla og konur því að ég slisaðist til að fara á pall 3 stökki karla en þetta var bara gaman þannig að þetta var nörið sagt frábær endir á góðu móti en svona þetta er svona yfirlit yfir þessi stóru mót svo náttúrulega haugur af öðrum mótum og
ég reyndar ekki með yfirliti yfir HSK-metin en HSK-metin voru rétt rúmlega 100. Já, ég er með þetta hérna sem ég fann að hsk.is, ekki nema þessi voru úrelt. Nei, það er nýtt. Það er hérna alveg 14 innanhúsmet allan að hérna skráð. Já. Og það er náttúrulega berhæst ef ég fer bara í meistaraflokka kallaflokknum, þá er 800 metrar hlaupi og 400 metrar hlaupi hjá Kristni Þór. Já. Og svo er Sveit HSK í 4x400 metrar boðhlaupi. Og þetta er sett á sama móti hérna, 400 metrar hlaupið hjá Kristni. Já. Og svo er það kvennaflokki 4x400 metrar boðhlaup kvenna, Sveit HSK þar á 405. Já, er þetta Þetta er allan sem við fyrir fram að mig. Já, þetta var mótið innanhúsmet. Já, það passar. Svo komum við stúlkur 20-22, það var Sólveig Helga Guðjónsdóttir sem að slæðir hérna í 200 og 400 metrar hlaupi og piltar 18-19 og þú grípur fram í fyrir eða er einhver einstaklingar sem þú þarft að tala um. Já, þetta er, Sólveig er að æfi í þó nokkur ár og stendur sér vel og hérna, þetta var gott hjá henni þarna. Já, og það við piltar 18-19 ára Teitur Örn í 600 metrar hlaupi. Já, það er svona auka grein hjá honum, hann getur hlaupið, lengri hlaup, það er alveg maður í það. Og svo er það, já, Sólveig Helga náttúrulega aftur, hérna í 200 metrar hlaupi, þetta er náttúrulega tengist þetta saman. Já. En svo er ég með utanhúsmetin líka hérna fyrir fram að það er heldur betur fjöldi í því. Já. Og það er náttúrulega berhelst hérna hjá Kallan og Kristinn Þór Kristinsson í 800 metrar hlaupunum. Og já, hann slær metið þetta árið. Já, hann fer til Bretlands eða til Englands að keppa þannig meðan ágúst og slær metið hans Friðrik Lassens svona bara svona til fróðleiks, það var Friðrik jafngamall mér þannig að þetta var alveg 20 og eitthvað ára gamall met. Hann sló það. Sendur hann þá ekki á völlin áttur? Ég fer að draga Friðrik á völlin en hann sló það hann út í Englandi og sló það svo aftur á bikarkeppninni. Já. Og svo hjá konuna þá var Fjólasigni með 2 met, annar í 100 metra gerindalhlaupi og 14.43 og hittir 300 metra hlaupi. Já. Og svo er það 2 önnur hlaup, það er Sigrún Sigurðardóttir í Kaupmannahöfn og svo er það Borghildur Valgeirsdóttir í marathoni. Já, Sigrún Sigurðardóttir, hún er að hlaupa fyrir Fríska Flóamenn og hún er sko að hugsa keppni og að bæta sig sko. Þannig að og við fengum hana og tværi við úr Frískum Flóamannum til þess að keppa á samt Eirunu Gauta dóttur í 1500 og 3000 á landsmótinu. Og það var mjög flott þar og allar náttúrulega eins búningum og alltaf saman að heita upp og þetta var bara frábær stemming. En það var frábært að hún sló einmitt setti nýtt með í marathonhlaupi þannig vorið. En svo var það Borghildur Valgeirsdóttir sem að hefði frjálsar hérna fyrir nokkrum mánuð síðan. Hún bætti það núna í vor. Nei, í haust. Og svo er það Eva Lind Elíasdóttir sem að bæti með í sleggjukasti. Já, Eva Lind þarf ekki annað en að hún er náttúrulega í form í boltanum og lyftir aðeins og hún þarf ekki annað en að fara í hringinn og keppa á einu móti þá bætir hún sig, hún er svo fast sterk og þannig að ef hún myndi að æfa þetta pínlítið þá myndi hún bæta sig og ekki verið lengi að komast nálægt þessum bestu hérna á landi. Já, og svo er hérna Telma Björk Einarsdóttir bæti með í sleggjukasti 18-19 ára stúlkur. Já, Telma er hérna hefur náttúrulega í gegnum tíðina verið að keppa í öllu en hún í seinni tíð verið í hérna kastunum og hún hefur svolítið átt við að stríða veikindi síðustu 2 ár og hérna en hún hættir ekkert og heldur áfram og hún er mjög efnilega orðin í sleggjunni og tæknilega nokkuð góð þannig að hún á eftir að bæta sig verulega sko. Hún heldur áfram hún er að æfa núna fulli. Já, og svo er í spjótkasti Andrea Vigdís Viktorsdóttir í stúlku 16-17 ára. Já, Andrea er hérna góðu kyni, brúnastæða kyninu og hérna hún getur margt og mikið en hún hefur verið svolítið í meðslum og hún er náttúrulega í handbolta líka þannig að hún hefur svona að rokka svolítið til í æfingum en hún getur gert góða hluti ef hún einbeitir sér að þessu. Já, svo er nefnilega kastari og umtalaði Sigþór Helgason bæti með til pilta 16-17 ára í sleggjukasti og spjótkasti. Já, Sigþór Helgason síðustu 2 ár hefur verið mjög efnilegur en núna í ár þá hefur hann ekki alveg sinnt þessu sem skildi, hann lítið eftir en
en svona aðeins og sem sést hvað hann efnilegur á því að hann bætti nokkur ára gamalt með síðan 2007 minni mig frá Erni Davíðsinni í sínum flokki, 16 ára flokknum. Hann var með 50 og hvað kastaði hann nákvæmlega? Sigþór kastaði 59-95 í spjótkasti? Já, 59-95, en Örn var með 59 minni með 80 eitthvað frekar en já, eitthvað svoleiðis rétt, hann allavega tók það. Já. Þannig að ég bara ef að Sigþór einbeitir sér að frjálsunum þá náttúrulega þarf ekki að spyrja leikslokum ef hann tekur þann kost en það þarf að láta vera því. Það er bara þannig. Svo er það piltar 15 ára, þar eru nokkri Teitur Örn Einarsson spjótkasti. Já. Hann kastar 43-53 og svo er náttúrulega Fannar Yngvi Rafnsson sem að bætir með háaskámið í 100 metra hlaupi, 400 metra hlaupi, 200 metra hlaupi og aftur 400 metra hlaupi eða svona. Já, hann náttúrulega bætti þessi met á meistaramóti unglinga í sínum flokki og í 100 og 200 og sem sagt var búinn að í 400 líka var búinn að bæta metið í 400 á stuttu áður í meistaramóti Íslands í fjölþrautum. Þannig að þetta er alveg hörku efni í spretthlaupara og stökkvara. Hann geti kannski tekið grindin að þér? Já, ekki spurning, bara þeir fá það hlutur hér og nú, hann og Styrmir að taka það bara fljótlega. Já, Styrmir bætir hérna mitt í pilta 15 ára 400 metra grindahlaup. Já, Styrmir getur hlaupið grind, hann hljópaði mitt í bikar í sumar af því að það var enginn til að hlaupa það og hann bara tók slaginn og gerði það vel. Og þeir náðu líka Helgi Jónsson, Fannar Yngvi Rafnsson, Styrmir Dan Steinarsson og Teitur Örn Einarsson, þeir slóu metið í 1000 metra boðhlaupi á 2:19:12. Yes, á bikarkeppni 15 ára og yngri. Já, og svo er náttúrulega 7 hérasmót hérasmet í pilta 14 og það er allt Styrmir Dan Steinarsson. 80 metra grindahlaup 13:04, 110 metra grindahlaup 21:96, 80 metra grindahlaup 12:77, kringlukasti 29:39, sleggjukasti 26:80 og þrístökki 11:69 og 400 metra grindahlaupi eins og við komum náðan 65:39. Já. Þetta er útrúlegt. Hann er ofsalega efnilegur og líka ofsalega efnilegur ekki bara líkamlega heldur er hann rosalega flottur karakter í höfðinu. Og stúlkur 14 ára þar er í kúluvarpi Halla María Magnúsdóttir og svo sleggjukasti Jónína Guðný Jóhannsdóttir. Já. Og ætla ég bara þýlít ekki niður hérna árinni sleppið, það er spjótkasti líka með 12 ára Helga Margrét Óskarsdóttir og hún bæti líka með í þrístökki. Og það sem að geta hún er dóttir hans Óskars prests. Já. Og í kringlukasti er það Hildur Helga Einarsdóttir 2002. Stúlkur 11 ára Solveig Þóra Þorsteinsdóttir og svo er það Hildur Helga Einarsdóttir sem bæti með í kringlukasti og sleggjukasti. Og Hildur Helga er einmitt systir Teits og Telmu og dóttir Þurjar. Já, þannig að það er nú og frænka mín. Já, þannig að þetta er allt skilt þarna. Já, alveg. Og svo 11 ára pilta, það er þrístökki 762 Finnur Þór Guðmundsson. Já, lauvetningur. Já, og svo pilta, halda áfram, þeir bæti hérna með í sleggjukasti 23:80 og þrístökki 1:8:87. Þetta er Gnúberi. Já. Kolbeinn Loftsson. Já, þetta er efnilegur strákur. Já. Ég þarf að fara í félagskerfið snöggast. og í spjótkasti það var Viktor Karl Halldórsson og hann bæti líka með í 400 metra hlaupi. Já, þetta er allt strákar úr hérna 11 ára flokknum. Við varum að tala um aðan, þetta er ofsalega efnilegir hérna. Viktor og það er hérna Kolbeinn og það er Finnur og það er bróðir Halla Einars, hann hérna Dagfannar. Ekki Dagfannar hérna Magnússon samt. Nei. Sem að ég náttúrulega myndist ekki á, hann er náttúrulega efnilegur í sleggjukasti. Já, ætla hann sé ekki bara hérna með sártenni núna. Já, Dagur, þetta er bara afsakaðu mig, þú ert bara okkar maður í sleggjunni. Já. En það er eitt hérna sem ég gleymdi náttúrulega á það. Það var bikarkeppni 15 ára og yngri, þar sem við erum í 3. sæti og við hérna gjörsamlega rústuðum piltakeppninni og vorum í 7. sæti kvenna og þetta er allt alveg gríðarlega efnilegi drengi. Það
það voru Fannar, það var Styrmir, það var Teitur og hérna Sveinbjörn og þeir bara komu svo á sigruðu síðan var það úlingalansmóti sem var á Höfn það var aðeins færri greinarinn voru Selfossi svona þeir bara, ég var bara ánægð með það þeir sniðu sér stakk eftir vexti bara með aðstæð, bara frábært en við vorum með 40 verðlaun HSK fólk í frjálsum 15 gull, 13 silfur og 12 brons og þeir sem voru landsmálsmeistarar svo ég tali nú það var náttúrulega og hef ég minnst á allaður Styrmir Ástak Lánstak spjótkast, Harpa Svans, Lánstak og kúluvarp og Sveinbjörn Jóhannesson kúluvarp og Fannar Yngvi Lánstak og svo var hérna bólusveitin 400 í 15 ára piltum, það voru þeir félagar Fannar og Styrmir og fleiri Svona áður en ég sleppi Óli hvað svona stærsta verkefni hjá okkur núna næsta ári? Stærsta verkefni það er náttúrulega við náttúrulega keppum á öllum þessum meistaramótum og bikakeppnum og allt það við stemt að því að fara á Gautaborgarleikana með alla sem að bæði úlinga og krakka og fullorðna sem að það vilja síðan er HSK að halda meistaramóti Íslands 15 til 22 ára 27. til 7. á júlí á Selfossvelli það er náttúrulega fjölmennt mót og mjög margir flokkar þannig að það verður mikið að vera þessa helgi en já, þetta er svona stærsti póstendin svo náttúrulega er þessi mót náttúrulega og bikari náttúrulega er alltaf bikar stigamót Þannig að það er nú framöndan en þú verður að keppa það ekki á næsta ári? Hún ferði ekki að sleppa út ja, þú kemur á já ok, fyrst þú spyrir mig ég er alltaf ekki að fara að svara þessu Nei að ef ekki segja að það getur vel verið Já Er Rúnar Hjálmarsson, hann er náttúrulega byrjað að þjálfa með þér hérna í meistaraflokki, er hann að þjálfa þig kannski líka? Rúnar, nei ekki reyndar Rúnar er að þjálfa svo víða hann ferum héruð og þjálfar skarpmiðismenn það er í Þorlákshöfn og hann er á Hellu og svo eitthvað á Skeiðunum allavega á sumrin og svo á Hvolsvelli og hann er að þjálfa einu sinni á móti mér á Selfossi í meistaraflokkin með æfingu föstum og ég er með 3 æfingar og hann eina og svo erum við svona saman skiptum við á okkur í höllinu mánudagum. Þannig að hann er ekkert að þjálfa þig? Nei, hann er ég er ekki á þeirri æfingu sem hann er að þjálfa sko. Svona yfirleitt hann kíkja í stundum þannig að ég hef ekki segja sé svona óbeint bara svona þegar við erum að fíblast. Jú, nákvæmlega. En Ólafur Guðmundsson þakka kærlega fyrir, við erum heldur betur búin að taka frjálsta pakkan eins og hann leggur sig, þetta er bara allt árið búið að taka í gegn. Já. Og þakkaði bara kærlega fyrir þolinmæðina og vera hérna já við erum búin á 2 tíma eða? Já, ég veit ekki hvað kona mér segir en þetta er bara búið að vera skemmtilegt. Hún segir þetta að það sé bara gesti frá Hæli að kenna. Já, hún sendi mig bara ávísun. Við erum frendur þannig að þetta er bara maður gerir allt fyrir frendur sína. Já, er það ekki? Jú. Ekki að spyrja því. Þakkaði fyrir og manstu bara eiga inni greiða. Já, bara takk fyrir mig. Takk sömuleiðis. Já, ég þakka eins og ég kom inn á þá þakka ég bara kærlega fyrir hlustundinu í kvöld en ég minn á næsta þátt það er þá ætlum við að taka 5 leikana fyrir fara yfir 5 leika árið 2013 og svo ætlum við einnig að gefa bækunar Ég á mér draum frá 5 leika sambandinu og fleira til og svo ætla ég að fá 2 handboltastelpur hérna í heimsókn og fleira eins og sportið leggur sig. Heiku, þakka fyrir mig og þið getur hlusta á farið inn á suðurlandfm.is ef þið mistuð að ykkur á þætti kvöldsins og viðtölun ætti að vera komin inn í síðasta lagi á miðvikudaginn. Ég heiti Gestur frá Hæli, verið þið sæl. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með Gesti frá Hæli.